Garðar, nú eruð þið búin að leggja Haukana velli, þið eruð á fljúgandi ranni. Já, og taka 3 leiki í röð, 2 með 1 marki. Það kom mjög gaman. Mjög sáttir. Fyrri hálfleikurinn var svona kannski skemmtilegri fyrir áhorfendur og svona kannski meiri handboltaspilaðir þar. Já, ég staðan 12, það var 10-10 hálfleik og 12-10 eftir korter eða eitthvað í seinni. Það var ekkert, rosa flotti varnarleikur. Báðu búa, en já, fyrri hálfleik var mjög skemmtilegur. Það var líka, við vorum að leiða, þeir komist yfir, svo náðu við yfir, svo jafnaði þetta þarna. Það er rétt verið, það var mjög skemmtilegur sko. Seinni hálfleikurinn, það var svona á tímabili, fannst manni kannski dómararnir vera í stærra hlutverki heldur en leikmennirnir sem voru inn á. Já, þú sagðir það, ég tek undir það. Mér fannst þeir samt dæma þennan leik mjög vel, svona heilt yfir. En það var þarna, þegar Siffi fór út af og svo takkar eitt marka Ella, mér fannst það svolítið tært. Ég var ekki alveg sammálaður þarna, þeir stóðu sig samt mjög vel sko. Þið eruð að skora sigurmarkið og vinna og þá svona bara á loka. Tvisvar röð sko. Tvisvar röð. Já, tvisvar röð. Og það eru hvað, 2 sekúndur eftir eða sekúnd eftir þegar ég núna? þennan leik? Já, þetta var bara eitthvað rugl. Í síðasta leik var einhver mínútu eftir að þeir komist inn á sókn með eitthvað, en þetta var bara, þetta var geðveikt maður. Þú var ánægður með Stefán þarna, fara í gegn bara. Hvað má fólk segja framliðið þeir sem voru að spá okkur falli? Bara, ég veit ekki, eins og ég sagði, við skiljum alveg okkur að spá falli. Við erum bara ungir græðir og tilbúinir að berjast. Og við ætlum bara að gefa allt í þetta, eins og sést núna bara í allara síðustu 3 leikjum. Akureyri var drasl, en annars bara, við ætlum ekki að gefast upp. Reyna að tróða nokkrum sokkum. Takk fyrir það. Já, takk.